Já, góðan daginn. Virkilega gaman að vera með ykkur hér í dag til þess að geta sagt ykkur frá því hvað við brjáluðu verkfræðingarnir ætlum að fara að taka til bragðs, hvernig við ætlum að fara að bretta upp ermar og láta verkin tala. En þetta stef þekkið, þetta eru aflstöðvar Landsvirkjunar, þessar fallegu 19 aflstöðvar sem eru í eigu íslensku þjóðarinnar. Þetta eru jarðvarmavirkjanir, vatnsaflsvirkjanir og vindmyllur sem að saman framleiða yfir 15.000 gígavattstundir af grænni orku á ári hverju sem að eru yfir 73% af heildarraforkuframleiðslu landsins. Ef þið horfið á þessa mynd þá sjáið þið að þarna er þessum aflstöðvum raðað upp í tímaröð og á síðustu 10 árum að þá gangsettum við 3 þeirra sem að skiluðu okkur 15% aukningu í raforkuframleiðslu. En samhliða uppbyggingu virkjana að þá höfum við verið með nýja virkjanakosti í þróun. Það er mikilvægt til þess að geta verið viðbúin að mæta þessari auknu eftirspurn þar sem langur aðdragandi er frá því að virkjanakostur er tilgreindur þar til að framkvæmdir geta hafist. Við höfum varið miklum fjárfestingum í að undirbúa næstu virkjanakosti í heildina yfir 30 milljörðum króna. Og hér sjáum við hefðbundna tímalínu við þróun og byggingu virkjana ef engar uppákomur valda töfum á því ferli. Þetta eru alls 12 ár sem þýðir 3 kjörtímabil samhliða mögulegri breytingu á ríkisstjórn og sveitarstjórnum. En af þeim virkjanakostum sem eru hvað lengst komnir í þróun hjá okkur þá munu þessir 4 koma næstir til framkvæmda. Þetta verður 120 megavatta vindorkuver við Vaðöldu, það fyrsta til að rísa á Íslandi. 95 megavatta vatnsaflsvirkjun, Hvammsvirkjun í neðri hluta Þjórsár. Stækkun á tæplega 50 ára gamalli vatnsaflsstöð, Sigöldustöð, 65 megavatt og stækkun á jarðvarmastöð okkar á Þeistareykjum 75 megavatt. Þessi 12 ár ættu að vera feikinógu tími til að vanda undirbúning og framkvæmd þessara mikilvægu mannvirkja. Raunin er svo að þetta ferli er að taka enn lengri tíma. Við ætluðum okkur að vera löngu byrjuð á þessum virkjanaframkvæmdum en við höfum því miður þurft að þola tafir tengt óvissu í leyfismálum. Þessar tafir hafa verið kostnaðarsamar, einkum fyrir íslenskt samfélag sem að hefði fyrir löngu verið til í að fá þessa nýju grænu orku á kerfið. En nú horfum við til betri vegar. 3 virkjunarleyfi eru komin í hús, 2 framkvæmdaleyfi og framkvæmdir eru því loks hafnar. Við tókum skóflustungu að Búrfellslundi í síðustu viku. Við ætlum okkur að gera það sama fyrir Hvammsvirkjun á næstu viku og í vor stefnum við að því að hefja framkvæmdir við Sigöldu. Ég skal bara sýna ykkur hvað við vorum hamingjusum þegar við loksins komumst að stað í þessar virkjanaframkvæmdir. Samankomin í dag til þess að fagna því að við erum búin að hefja framkvæmdir við þennan fyrsta vindil sem er rísa hérna á Íslandi. Afskaplega ánægilegt að fá vera hér í dag. Þetta er sögustund. Búin að vera að vinna þessum undirbúningi hérna í mörg ár og það er frábært að vera loksins byrjuð. Til Íslandssöguna, fyrsta vindorkuverið. Nákvæmlega fullt af klöppum fyrir því. Þarna voru fullt af brjáluðum verkfræðingum að samgleðast yfir þessu, sannarlega ástæða til. En þessar framkvæmdir, þær eru á Þjórsár og Túnársvæðinu. En á þessu rekstrarsvæði eru 7 af okkar vatnsaflsstöðvum ásamt því sem við höfum þar í rúman áratug rekið 2 vindmyllur í rannsóknarskyni. Þetta er eitt stærsta orkuvinnslusvæði okkar en þarna framleiðum við helming þeirra raforku sem við skilum á netið.
Þessu mikla eignasafni fylgir mikil ábyrgð enda mikilvægt orkuöryggi þjóðarinnar að tryggja skilvirka orkuvinnslu. Verkefnin eru því fjölmörg sem þarf að sinna þar, tengt rekstri afstöðvana með öflugri eignastýringu, viðhaldi og endurbótum. En sú hugmynd að nýta þarna vatnsfall af Þjórsár- og Túnarsvæðinu, hún kom reyndar fram fyrst hjá fossafélaginu Títan á vegum Einars Ben skálds og félaga. Hugmynd þeirra að 6 vatnsaflsvirkjunum á því svæði var kynnt árið 1918 og unnu þeir að öflun vatnsréttinda fyrir þær framkvæmdir. Íslenska ríkið síðar keypti upp þau vatnsréttindi og rúma 40 árum síðar reis þar fyrsta afstöðin Búrfellsstöð. Það alltaf gaman að rifja svona upp þá sögu hvaðan við erum að koma þegar við horfum fram á veginn, enda mikil þróun sem hefur átt sér stað á þessari öld sem að síðan er liðin. Nýjasta vatnsaflsstöðin okkar, Búrfellsstöð 2, hún var til að mynda reist nákvæmlega á sama stað og Títanfélagið hafði lagt til. Þá gerðum við ítarlega skoðun á hagkvæmni aflstöðvarinnar, orkugetu, áhættu við framkvæmd og rekstur og áhrif á umhverfi og ásýnd þessa fallega svæðis. Og það var niðurstaða okkar að þessi aflstöð skyldi byggð neðanjarðar. Svo í stað þessa tignarlega ofanjarðar mannvirkis sem Títanfélagið lagði til, þá eru þessi 100 megavött í dag neðanjarðar og nánast það eina sem að sést á yfirborði þessa fallega landslags eru þessar dyrin í fjallið. En samhliða uppbyggingu aflstöðva á Þjórsár- og Túnarsvæðinu á undanförnum 60 árum, þá hafa byggst upp öflugir innviðir, þekking og reynsla á rekstri á svæðinu. Uppbygging nýrra virkjanakosta þar nýtur góðs af því þar sem fyrir eru til að mynda lón, flutningslínur og vegir sem að annars valda hvað mest umhverfisáhrifum. Þarna eru 64 stíflur og 40 kílómetrar af miðlunarskurðum og göngum. Fjöldi veitna og lóna á svæðinu eru 10 talsins, þar á meðal 5 inntakslón og 2 stór miðlunarlón. Saman myndar þetta næst stærsta miðlunarsvæði landsins sem við samnýtum í að keyra aflstöðvar eftir þörfum. Við höfum byggt upp aðkomuvegi og tekið þátt í að styrkja þjóðvegi sem liggja að afstöðunum þar sem viðkomandi vegir þoldu ekki þunga eða fjöldamörk umferða sem framkvæmdin leiddi af sér. Tæplega 160 kílómetra af þessum vegum hefur vegagerðin yfirtekið og annast rekstur þeirra sem hluta af þjóðvegakerfi landsins. En þá innan svæðisins 270 kílómetrar af vegum og slóðum sem hafa verið gerðir vegna framkvæmda og síðar rekstur afstöðva sem eru í eigu og umsjón Landsvirkjunar. Einnig hafa 13 brýr verið reistar, jafnt yfir ár sem frárennsliskurði, sem flestar eru í dag hluti af Sprengisandsleið, Fjallabaksleið nyrðri og Veiðivatnaleið. Þá má einnig nefna vegi og brýr sem hafa verið reist til að mæta áhrifum framkvæmda með mótvægisaðgerðum, svo sem lagning vega niður á Hjálparfossi, gerð göngu og reiðbrúar yfir Þjófafoss ásamt stikun reiðvega svæðið. En styrkurinn felst ekki síður í samþættingu sem fæst með því að stýra rekstri svæðisins miðlægt frá starfsstöð í Búrfelli. Þar hafa 49 öflugir starfsmenn sína föstu starfsstöð sem ferðast eftir þörfum innan svæðisins. En á sumrin þá bætist líka heldur betur í þann hóp þegar 34 ungmenni úr nærsamfélaginu bætast í hópinn til að koma að ýmissi viðhaldsvinnu hvort sem er á mannvirkjum eða þessu fallega umhverfi. En við heyrum oft minnst á það að varasamt sé að setja öll eggin í sömu körfuna og þetta rekstrarsvæði er sannarlega ekki laust við áhrif af náttúruvá. En á þessum 60 árum sem þá höfum við upplifað ýmislegt sem hefur ekki bara styrkt okkur í trú okkar á ágæti þessa svæðis, heldur einnig eflt þekkingu okkar á viðbrögðum. Þekkinguna höfum við yfirfært í hönnun, betrum bætt búnað og sett kröfur sem byggir á að forða okkur frá áföllum tengd náttúruvá. Rekstrarsvæðið er í 3 sveitarfélögum, Ásahreppi, Rangárþing ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Þessi sveitarfélög eru auðug af fallegu umhverfi öflugu samfélagi og líkt og rætt hefur verið hér fyrr í dag,
að þá það okkur mikilvægt að vera góður granni. Við viljum að þið öll séu jafn stolt á okkar afstöðum og við erum og við viljum að þið fáið sem mestan ávinning af rekstri og framkvæmdum. Sem hluti af samfélagsstefnu okkar þá höfum við sett okkur það markmið að auka hlutfall innkaupa frá byrgjum í nærsamfélagi. Og til að varpa inn smá auglýsingu að þannig sendum við út ákall fyrir mánuðinum að fá að heyra frá ykkur sem að hafið þar fram þjónustu að færa. En þetta ákall hefur borið mikinn árangur. Vel á annað 100 smærri verktaka og einyrkja á Suðurlandi hafa látið okkur vita að megi hóa í þau og hlökkum við til að hefja þar farsælt samstarf. Því að nú framkvæmda tímabil hafið. Við höfum vandað til undirbúnings í margra áratugi og við erum tilbúin að takast á við það sem framundan Framkvæmdir við 120 megavata búrfellslund við Vaðöldu hófust fyrir mánuðinum. Við áætlum að þær taki 3 ár og ætlum okkur hefja gangsetningu í áföngum árið 2026. Þökk sé framkvæmdaleyfi Hvammsvirkjunar sem að kom í síðustu viku þá getum við nú hafið þar virkjanaframkvæmdir. Við áætlum að þær taki 5 ár og við stefnum að gangsetningu 2029. Og leið og framkvæmdaleyfi liggur fyrir stækkun Sigöldu að þá verðum við tilbúin að hefja þar framkvæmdir. Nýja vélin ætti þá að vera komin í gang í lok árs 2027. En líkt og áður hefur komið fram að þá styðja þessir öflugu innviðir á Þjórsár- og Túnarsvæðinu vel við uppbyggingu frekari virkjanakosta þar. Engin þörf verður á að byggja upp nýjar flutningslínur fyrir þær 1200 gígavattstundir sem þessar virkjanir munu bæta við orkuframleiðslugetu svæðisins. Sannarlega þó þörf fyrir framkvæmdir á vegu Landsnets til að koma þeirri orku á netið og munu þær framkvæmdir hefjast á næsta ári. Við Búrfellslund mun rísa nýtt 220 kV yfirbyggt tengivirki við Ferjufit. Jafnframt verður loftlínum breytt í tengslu við framkvæmdina. Við Sigöldu stendur til að endurnýja það tengivirki sem þar stendur og gera það yfirbyggt. Þær framkvæmdir ótengdar stækkun aflstöðvarinnar en samhliða því verður nýja vélin tengd. Og við Hvammsvirkjun að þar stendur til að reisa nýtt 220 kV yfirbyggt tengivirki ásamt því að hliðra loftlínum við framkvæmdasvæðið. Og þótt framkvæmdir nýti sér einnig vissulega það öfluga vegakerfi sem að fyrir á svæðinu að þá verður þó þörf fyrir ákveðna uppbyggingu nýrri vega og styrkingu þeirra sem að fyrir eru. Tengt framkvæmdum við Hvammsvirkjun hefur Vegagerðin unnið að styrkingu 3 km vegakafla sem fyrir lá frá landvegi og inn að virkjun á svæðinu. Þessar framkvæmdir stóðu yfir í sumar á vegum verktakans Þjótanda og nú lokið. Á næsta ári áformum við að fara af stað með lagningu nýs 3 km aðkomuvegar inn á virkjunarsvæðið. Þá mun Vegagerðin einnig sjá að færa og styrkja Þjórsárdalsveg og gera nýja brú yfir Þverá. Einnig verður lagður nýr 8 km langur vegur og brú yfir Þjórsá við Búðafoss sem verður heilmikil samgöngubót fyrir samfélagið. En Búrfellslundur kallar einnig á töluverðar vegframkvæmdir. Það verður þörf á því að leggja 22 km af vegslóðum innan framkvæmdasvæðisins til að veita aðkomu að sérhverri vindmyllu sem að þar mun rísa. Verktakinn Borgarverk hefur þegar hafið þá vinnu og áformar að henni muni ljúka í lok næsta árs. Þá hafnar viðræður við Vegagerðina þörfa styrkingu vega tengt flutningi. En þar ber helst að nefna tæplega 14 km kafla landvegar sem þarf að lagfæra. Því þetta verða engir smá flutningar sem munu þurfa að fara vegi landsins tengt uppbyggingu Búrfellslundar. Vindmyllunar verða 28 talsins, 150 metrar í hæstu stöðu. Það, líkt og þið sjáið þarna, tvöföld hæð þeirra vindmylla sem að fyrir eru í rannsóknarskyni í hafinu. Sérhver vindmylla verður flutt með allt að 10 flutningabílum með sér útbúnum vögnum sem verða flutti til landsins
af vindmylluframleiðanda og eru sérstaklega framleiddir fyrir flutning af þessum toga. Lengsti farmurinn verður flutningur á 70 metra löngum spaða. Það verða 84 slíkir flutningar. Við gerum ráð fyrir að hámarksþyngd farms vegna flutnings á vindmyllum verði alltaf 200 tonn og í heildina verður þetta því yfir 250 flutningar til þess eins að koma vindmyllum inn á svæðið. Þessi flutningar munu hefjast vorið 2026. Að auki verður spennir en engin smá smíði en við væntum þess að þar verður mögulega á ferðinni einn þyngsti hlutur sem að fluttur hefur verið vegi landsins, en sá flutningum vega alltaf 280 tonn. Þá mun vindmylluframleiðandinn flytja inn á svæðið sérhannaða krana til að reisa vindmyllunar. Flutningsleiðin frá Þorlákshöfn og upp að virkjunarsvæðinu. Hún hefur verið kortlögð en verður nánar greind með Vegagerð og Samgöngustofu með tilliti frekari þarf á styrkingu til að geta borið þennan flutning örugglega á áfangastað. Undirbúningur verður einnig vandlega unnin með lögreglu og viðbragðsaðilum til þess að tryggja öryggi vegfarenda. Og gerum við ráð fyrir að þessi flutningur muni fara fram að næturlagi eða þegar önnur umferð sem minnst til þess að lágmarka rask fyrir aðra vegfarendur. En töluverðar jarðvegsframkvæmdir og mannvirkjagerð fylgja þessum virkjunum. Undanfarin ár höfum við verið að þróa áfram loftslagsvænni nálganir við þær framkvæmdir. Við vitum að helsta kolefnisspor nýframkvæmda felst í notkun jarðefnaeldsneytis, stáli og steypu. Við hvetjum því verktaka til þess að nálgast framkvæmdir með lágmörkun á kolefnisspori í huga og við tökum mið af því við val á verktökum út frá okkar innra kolefnisverði. Því líkt og þessar magntölur sýna að þá óhjákvæmilegt að þessum framkvæmdum muni fylgja toppur í kolefnislosun og það verkefni okkar að reyna að halda því í lágmarki eins og kostur er. Það eru reyndar afar merkileg mannvirkin sem að munu rísa við Hvammsvirkjun. Virkjunin hefur það sérkenni að þar fer mikið vatn þótt að fallið sé lítið. Það eru samankomnir að þetta vatnsdropar sem að áður fórum þær 7 vatnsaflsstöðvar sem ofar í vatnasviðinu eru. Allir vatnsvegir eru því gífurlega stórir. Neðanjarða fallgöngin verða stálfóðruð og þurfum við 3300 tonn af stáli í lokur og fallpípu. Þá höfum við einnig hannað þessa vatnsaflsstöð til að vera fiskvæn. Það krafa okkar til vélaframleiðanda og verður reistur fiskistigi og byggð seiðafleyta. Síðast en ekki síst þá langar mér að segja ykkur frá þeim mannskap sem fylgja þessu framkvæmdum. Framkvæmdir við stækkun Sigöldu hefjast á næsta ári. Það ná hámarki á árinu 2026 og gerum við þá ráð fyrir að það verði 100 manns á verkstað sem mun hafa aðstöðu í vinnubúðum þar. Við áformum gangsetti þarna í lok árs 2027. Við Búrfellslund eru sannarlega framkvæmdir hafnar og við gerum sömuleiðis ráð fyrir að framkvæmdir þar nái hámarki árið 2026 og þá verði 150 manns á svæðinu. Sú vinnubúða aðstæða sem í dag tiltæki í Búrfelli, hún verður nýtt áfram og verður stækkuð eftir þörfum. Við áformum framkvæmdir munu standa yfir út árið 2027 en árið 2026 getum við hafið gangsetningu á vindmyllum í áföngum. En umfangsmestu framkvæmdirnar verða við Hvammsvirkjun. Á jarðareign okkar Hvammi 3 að þar verða reistar nýjar vinnubúðir og gerum við ráð fyrir að heildarfjöldi þess samfélags fari upp í 400 þegar mest verður árið 2027. Framkvæmdir þar munu standa yfir út 2029. Það nefnilega ágætt að enda á þessum tölum þar sem þær segja svo mikið umfang þessara framkvæmda sem að nú eru farnar af stað. Það sannarlega magnað fyrir okkur, brjáluðu verkfræðingana, áhuga fólk framkvæmdir að upplifa þessa tíma. Þannig fyrsti vindlundurinn að rísa á Íslandi. Þetta ný vatnsaflsvirkjun í Fiskegni á í næsta nágrenni við fjölmennt samfélag. Stækkun og einn af mikilvægustu vatnsaflsstöðvum okkar fjórðung tæpri hálfri öld eftir að grunnurinn var lagður að þeirri stækkun.
Og þetta þykir okkur bara virkilega merkilegt. Okkur þykir líka mjög merkilegt að þar sem að við erum nú að reisa vinnubúðir fyrir Hvammsvirkjun, þar dvaldi Einar Ben á árum áður með félagsmönnum sínum í Títanfélaginu og lagði á ráðinum hvað framtíð þess svæðis bæri skauti sér í orkuöflum. Og einn daginn munum við líka stolt segja frá þeirri sögu sem að við skrifum þar. Takk fyrir.